Áttundi liður á dagskrá eru reglur leiguíbúðir Akureyrarbæjar. Það formaður félagsmálaráðs Sigrún Stefánsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fyrir tillaga breytingu á reglum leiguíbúðir Akureyrarbæjar. Reglur leiguíbúðir Akureyrarbæjar voru teknar til gagngerðra breytinga á síðasta ári og farið vel og vandlega yfir þær og gerðar hinar ýmsu breytingar sem áður hafa verið kynntar hér í bæjarstjórn. En svo þegar kom til framkvæmda þá kom í ljós að það þurfti að gera breytingu á 31. greininni sem undir flokknum málskotsréttur og endurupptaka máls. Og þar hefur verið skotið inn í þá grein sem sagt, með leyfi forseta, telji umsækjandi á rétt sínu halla samkvæmt reglum þessum honum heimilt að vísa ákvörðun fjármálastjóra og úthlutunarnefndar sem áður stóð til hlutaðeigandi starfsmanna til félagsmálaráðs innan 4 vikna frá því að honum berst vitneskju ákvörðunina og svo hefur bæst við félagsmálaráð skal fjalla umsóknina og taka ákvörðun svo fljótt sem unnt er. Þetta var ekki áður þarna inni, áður var það bara að ætta að vísa þessu beint til úrskurðarnefndar félagsþjónustu, svo þessi viðbót hefur átt sér stað og það búið að koma upp mál sem hefur reynt á þetta í praxis og svona þarf þetta að vera. Og reglurnar hafa nú þegar farið fyrir félagsmálaráð og þar voru það samþykktar og það liggur nú fyrir að samþykkja það hér og ég hvet ykkur til þess að samþykkja þessa reglu, þessa breytingu. Orðið laust 8. tölulið. Jóhannes Bjarnason tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég nú hlynntur þessari breytingu sem slíkri. Ég held að hún hafi ekkert nema gott eitt í för með sér að félagsmálaráð geti komið á þessu stigi máls inn í ágreining og kveðið upp úr með það ef einhver vafi leikur á að reglurnar hafi ekki verið notaðar eftir eins og við viljum sjá. Ég vil hins vegar kannski aðeins forseti stöðva mig þá bara ef hún finnst ég vera komið langt út fyrir að því við erum að ræða félagslegu íbúðirnar að þá náttúrulega auðvitað sú staða upp í okkar þjóðfélagi að við þurfum auðvitað að vera sífellt að endurskoða bæði reglurnar og heildar umfang félagslegra íbúða. Við vitum að ástandið hvað þetta varðar á eftir að versna, þar að segja að það eiga fleiri eftir að leita á þessa þjónustu. Akureyrarbær hefur staðið vel að þessu þannig séð. Við erum með önnur sveitarfélög mjög margar íbúðir. Mjög margar myndi ég að segja með við stór sveitarfélög og sambærileg og það eitt af því sem við þurfum kannski að leggjast líka vel yfir hvernig stendur á þessum mikla fjölda og þó þetta löngum biðlista sem fylgir. Að mínu viti nú kannski skýringin ekki svo flókin. Hér á Akureyri eins og við vitum afskaplega góð heilbrigðisþjónusta og fólk úr öðrum byggðarlögum sækir hingað til að sækja þjónustu þangað. Við tekið sem dæmi geðþjónustu sviðið sem náttúrulega búið að vera framúrskarandi hér á Akureyri. Og fólk sem sækir þessa þjónustu þarf gjarnan að leita inn í þetta kerfi hvað varðar húsnæði. Og það gerir það að verkum, þrátt fyrir að þetta kerfi sé mjög stórt og margar íbúðir að við sitjum uppi í raun og veru með mjög áleitnar spurningar þegar við komum að biðtíma fólks sem oft í sárri neyð í að komast í þessar íbúðir. Reglurnar sem slíkar auðvitað, þær út af fyrir sig útiloka ekki þetta fólk, síður en svo sem við erum með til umræðu hér. Þetta spinnst nú og snýst fyrst og fremst það, hvort að það sé hreinlega vilji til þess að fjölga þessum íbúðum, stækka þetta kerfi og kannski finna út hversu mikið biðtími myndi styttast með því að fjölga ég segi eitthvað 20 íbúðir. En ég legg bara þessa spurningu inn í púkið að fólk sem auðvitað veit ég að því hjálpað á annan hátt, það fara að leigja á almennum markaði og fær stuðning og svo framvegis. En við verðum auðvitað að spyrja okkur þeirra spurninga að fólk sem að koma í mjög vond mál út af
hinum ýmsu hlutum sem ég ætla ekki að telja upp hér þurfum við að bíða í hálft annað ár eftir félagslegum úrræðum í íbúð og það að mínu viti ekki forsvaranlegt. Og þá auðvitað lendum við inn í þessari umræðu með kostnað. Ég veit að þetta kerfi kostar okkur heilmikla peninga, það alveg ljóst, þó að auðvitað í leigan að standa undir stórum hluthafi, en við vitum líka að í mörg ár þá hefur náttúrulega framlag á bæjarsjóði verið verulegt til þess að halda út þennan rekstur. En ég þakka nú forseta umburðarlyndið að því ég fór nú hér dálítið vítt þetta svið. Reglugerðar breytingin sem slík að hennu góða, en ég vildi nú ekki síst í ljósi þeirra stöðu sem uppi hérna í þjóðfélaginu okkur varpa þessu inn í umræðuna og hvet formann félagsmálaráðs til þess að taka mál upp í félagsmálaráði. Ég ræddi hér fyrir misseri síðan félagslegar íbúðir sem að þá stóð til að úthluta frá félagsmálaráðuneytinu og óskaði eftir að við myndum reyna komast þar með klærnar í, en það varð ekki. En ég sem sagt varpaði þessu inn í umræðuna, en aftur að reglunum ég mjög svo sammála þessum reglugerðar breytingum sem slíkum. Helena Karlsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tel að þessi breyting sé til bóta og þessi gangur sem að þessar reglur gefa núna mun eðlilegri heldur en var. Að því leytinu til að áður var ekki hægt að kæra til sama stjórnsýslustigs sem var þá á sama level og úrskurðaraðilinn, heldur var beint farið í æðra stjórnsýslustig. Ég held að þetta gefi kærendum eða þeim sem þurfa að leita rétta síns aukna möguleika, reyna að fá þetta úrlaust mála sinna í heimabyggð í stað þess að þurfa að leita út fyrir bæinn. Þannig ég tel að þessar reglur séu til mikilla bóta og ég mun samþykkja þessa breytingu. Hermann Jón Tómasson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kannski ekki ástæða til að fjölyrða mikið reglurnar. Ég held við séum bara einfaldlega saman það að þarna séum æskilega breytingar ræða sem að tryggir svona eðlilegri farveg fyrir málskot ef menn telja halla á rétt sinn. En aðeins smá viðbrögð við umræðu eða ábendingum bæjarfulltrúa Jóhannesar Bjarnasonar félagslegar leiguíbúðir. Þá það vissulega rétt að hér langur biðlisti hvað þessar íbúðir varðar og það full ástæða til þess að fara yfir það hvernig við getum betur sinnt þessum hópi sem að þarna ræðir. Sú umræða í gangi og eitt af því sem að beinlínis verið að gera til þess að taka upp svokallaðar sérstakar húsaleigubætur sem að gera okkur kleift að greiða niður leigu til þeirra einstaklingar sem eru tekjulágir en búa ekki endilega í leiguíbúðum bæjarins. Og þarna við í rauninni bara fjölga eða bjóða upp á fjölbreyttari úrræði hvað þetta varðar heldur en verið hefur og ég tel að þarna séum að taka gott og æskilegt skref í þessum málum. Mikilvægt að hafa það í huga líka að ríkisvaldi kemur að þessu verkefni með okkur með því að greiða samkvæmt samningi við sveitarfélögin 60% af þeim kostnaði sem að tilfellur vegna þess. Baldvin H. Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér sýnist sem að það reglur sem eru notaðar við útleiguleigubúða hjá Akureyrarbæ bæði sanngjarnar og góðar og þessar breytingar á málskotsrétti og endurupptökum mála bæta þær enn fremur. En biðlistinn að verða óþægilega langur þessar mundir eftir íbúðunum okkar og vegna þessara efnahagsmistaka sem hér hafa orðið þá óttast maður kannski eftirspurninni eftir að aukast til muna þegar frekari áhrifa þrenginganna fyrir að gæta og þegar almenningur fyrir kannski að missa ofan af sér eigin húsnæði. Þá verðum við að sjálfsögðu að vera viðbúin að mæta aukinni eftirspurn eftir leiguhúsnæði
og vegna okkar samfélagslegu ábyrgðar sem á okkur hvílir en við þurfum þó að hafa í huga að það gæti svo farið að leiguverð á almennum markaði, það gæti lækkað og að sérstakar húsaleigubætur sem eru tilkomna núna hjálpi einnig og að fólki í fjárhagsvanda og láglaunafjölskyldur við getum þá reynt kannski með einhverju móti að styrkja þau og reyna að finna íbúðir sem eru til leigu meðan við eigum ekki upp á fleiri húsnæði að venda heldur en raun er. Takk fyrir. Orðið er laust 8. tölulið. Sigrún Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi innlegg bæjarfulltrúa Jóhannesar leiguíbúðirnar og biðlistana og gang mála þar, að þá ef ég rifja það bara upp í huganum, ég reyndar er ekki alveg 100% viss um þetta sé rétt, en þá held ég að séu 99 á biðlista og þar af 13 sem er að biðja flutninga af þessum 99. En það einkennilega við það er að biðlistanir hafa ekki lengst. Það er teknir saman, ég held að sé á 3 eða 4 mánaða fresti sem er gerð yfirliti yfir stöðu mála á biðlistunum og frá nýjasta yfirliti sem er svona cirka mánaðagamalt og þar áður það var sami fjöldi. Svo það var ekki orðið vart við þá breytingar í kjölfar efnahagsástandsins, en við vitum svo sem ekkert hvað mun koma eða hvernig þetta mun verða. En við náttúrulega vonum það að með tilkomu húsaleigubótana í mars sem er áætlað að verði teknar í notkun í mars eða í maí, ok. Já, ég fekk upplýsingar um það að það verði í maí. Að þá muni það létta róðurum fyrir þá sem erfiðast hafa. Biðlistarnir og skýrslunar húsaleigu eða stöðuna á biðlistanum kemur reglulega inn til félagsmálaráðs og við tökum það fyrir og fjöllum það, bókum það sérstaklega það eða vísum málunum til bæjarráðs ef okkur finnist að þurfa að gera breytingar. En lögsagan í því er í rauninni ekki hjá félagsmálaráði hvort það er farið í að kaupa fleiri íbúðir eða fjölga þeim. En varðandi þetta kerfi þá er það kannski ekki lengd biðlistan sem er aðalmálið heldur lengd biðtímans. Því að kerfið er áætlað til þess að það sé mikið flæði í gegnum það. Þetta er ekki hugsað sem að einstaklingur koma inn og séu þannig ára fjölda heldur séu þetta til þess að bjarga fólki í skamman tíma og komið við fyrir það að hjálpa fólki á meðan það er að ná sér aftur undir sig hættunar. Svo að félagsmálaráð tekur þetta reglulega fyrir eins og þú veist og bókar það þegar þurfa þykir. Orðið er laust 8. tölulið. Það ekki fleiri sem hafa hvatt sér hljóðs, við göngum til afgreiðslu. Hér liggur fyrir tillaga félagsmálaráðs að breytingum á reglum leiguíbúðir Akureyrarbæjar eftir 31. grein undir kaflanum málskotsréttur og endurupptaka mála. Óska bæjarfulltrúar eftir að þessi breytingartillaga sé upplesin. Svo er ekki, við göngum þá til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Takk fyrir samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum.